Já, takk fyrir það. Ég stödd hérna á Reykjavíkurflugvelli þar sem að Reykjavík Airshow 2018 fer fram og hér flugsýning. Ég með Friðbjörn Orra. Blessaður Friðbjörn. Blessaður sæl, velkomin. Heyrðu, hvað Airshow? Það flugsýning á ensku og við kallum þetta Reykjavík Airshow. Það svona venjan í flugsýningar bransanum allan heim. Þetta í rauninni alþjóðleg sýning, það mikið af erlendum gestum sem að koma og flugmönnum jafnvel líka. Og við verðum með erlenda sveitir og þetta svona mjög alþjóðlegt, þannig að þannig nú nafnið komið. Segðu mér, hvaða típur af flugvélum þið að sýna hérna? Við erum að sýna allar mögulega típur. Við erum með stórar þotur, litlar kennsluvélar, fis, heimasmíðarvélar, listflugvélar. Og svifflugur og jafnvel flugvélar þar sem þú sest bara í litla viftu og setur fallhlíf upp og leggur á stað. Þannig að það rauninni allt mögulegt á sýningu. Heyrðu, ég sá hérna áðan FIS. Geturðu útskýrt fyrir mér þessa vél vegna þess að hún leit ekki út fyrir að neitt sérstaklega örugg, ef ég segja alls verð? Jó, hún örugglega ein öruggastu vélin á sýningunni. Jáhá. Hún lítil og létt og hefur þó eiginlega að geta lent þar leiðandi hvar sem og hún í logni þarf hún kannski 50 metra og þar undir, jafnvel 20 metra til þess að komast í loftið. Meðan stærri vélar þurfa þá lengri braut, þannig að í rauninni FIS svona eitt af öruggustu flugvélunum í loftinu. Og hún getur bara að fara upp og niður þar sem henni sýnist? Já, og ef það mikill mótundur þá getur hún farið nánast upp á staðnum. En segðu mér annað hérna, hvað markmiðið með sýningunni? Hvað þær að áorka hérna? Sýningin í rauninni miður bara á almenning. Þetta svona kannski eini dagurinn á árinu þar sem að Reykvíkingar og höfuðborgarbúar geta komið og kynnst öllu sem snýr að fluginu. Það allar tegundir véla og það fólk og sportunum að kynna allt og allir aðilar taka þátt, Gæslan og áætlunarfélögin og allir aðilar. Þannig að þetta einstakt tækifæri fyrir almenning til að kynnast fluginu og koma svona aðeins inn í það. Nákvæmlega, og þetta glæsileg sýning. Segðu mér að lokum hérna, hver elsta vélin? Hvað hún gömul? Það mjög erfið spurning. Ég myndi líklegast halda að þristurinn væri elstur. Hans dagar ná alveg aftur í seinni heimsstyrjöld. Það bara ekkert annað. Heyrðu, þakka fyrir þetta. Þetta glæsileg sýning og já, flugvélarnar eru ótrúlegar. Ég hef aldrei séð svona mikið úrval af skemmtilegum flugvélum. Bara takk fyrir, hún glæsileg. Takk sömuleiðis.